Góðan og blessaðan daginn, ég heiti Gunnar Víkir Gunnarsson og er sóknarprestur í Lofstone Baptistakirkja. Spurningin sem við erum að dæma okkur í dag, hvað er það sem kallar velgengnisfagnaðarerindi eða elsku prosperity gospel og er það slæmt? Það sem að velgengnisfagnaðarerindi, það eru svona tvær hliðar, ein mjög ýkt velgengnisfagnaðarerindis og svo er ein sem er svona aðeins inn í velgengnisfagnaðarerindi, það sem kallast velgengnisfagnaðarerindi. Og það sem þessi guðfræði snýst er í rauninni að fyrir þann kristna það eina sem Guð vill gera er að blessa þig fjárhagslega og með þægilegu lífi, og við sjáum einn endan af þessu, það sem að predikarar eru bókstaflega að segja, hei, ef þú gefur $300 í kvöld þá verður milljónamæringur og þá færðu bílinn sem þú vilt og svo framvegis. Svo hinum megin þá höfum við kannski ekki fólk sem segir, hei, ef þú gefur mér pening þá færðu þetta, heldur meira að eina sem er talað er að Guð vill gefa þér þægilegt líf og svo framvegis. Þannig að það er það sem að í mínum huga stendur upp úr sem er svona velgengnisfagnaðarerindi. Það er að Guð vill bara gefa þér velgengni í lífinu og þá þægilegt líf. Það sem að þessi hugmynd hefur ekki sést í kirkjusögunni hingað til. Við sjáum þegar við lesum Biblíuna til dæmis, allir lærisveinarnir nema Jóhannes voru drepnir fyrir trú sína, og Jóhannes lenti í því að vera sendur á eyju í útlegð á Patmos og örugglega dó svo í Efesus þegar hann var orðinn gamall, en allir hinir voru drepnir, krossfestir öfugir, stungnir í gegn og svo framvegis fyrir það að trúa á Jesú Krist. Þannig að það er frekar augljóst þegar við skoðum Biblíuna og það sem orð Guð segir er að þetta er ekki hugmyndin sem fólk í frumkirkjunni hafði hvað kristin trú snýst um. Kristin trú snýst að við lifum fyrir annan konung og annar konungs ríki heldur en þetta líf og þægindi í þessu lífi. Ef við lesum til dæmis bara í Hebreabréfinu 11, þessi kafli er mjög góður upp á það að það er talið upp svona trúarhetjur gyðinga, og það endar hér í versi 32, ef við lesum 32-38. Hvað á ég að orðlengja framar þetta? Mig myndi skorta tíma ef ég færi að segja frá Gídeon, Barak, Samson og Jefta og af Davíð og Samuel og spámennum. Fyrir trú unnu þeir sigur á konungsríkjum, iðkuðu réttlæti, öðluðust fyrirheiti, þeir byrðu gen ljóna, slökktu eldspál, komust undan sverðsveggjum, þeir urðu styrkir þótt áður væri veikir, gerðust öflugir í stríði og stöktu fylkingum óvina og flotta. Og þannig að stoppa sumir, en ef við höldum áfram, konur heimtu sína framlínu úr helju, aðrir voru pyntaðir og þá ekki laust til að öðlast betri uppreissu. Aðrir urðu að sæta háðyrðum, húðstrúkum og þar á ofan fjötrum og fangelsi. Þeir voru grýttir, sagaðir í sundur, höggnir með sverði, þeir ráfuðu í gærum og geitaskinnum, allsvana, aðþrengdir og illa haldnir. Ekki áttu heimurinn slíka menn skilið. Þeir reikuðu óbyggðir og fjöll og héldust við í hellum og grjótum. Og þannig sjáum við til dæmis að þannig verið að tala upp trúarhetjur, og það er að segja að sumir fengu styrk og Guð sýndi sig máttugan með því að gefa þeim styrk þegar þeir voru veikburða. En á sama tíma þá voru aðra trúarhetjur sem voru myrtir, sem voru pyntaðir, sem voru bara fyrir það að trúa á það sem Guð hafi sagt, að þá fengu þeir ekki þægilegt líf, heldur fengu þeir dýrðina þegar þeir hittu skapara sinn aftur, og það er það sem kristin trú snýst um. Við sjáum þetta fyrstu 300 ár kirkjunar, þá verður að myrða kristna, brenna biblíur, og það verður allir nánast á móti kristum. Allir keisararnir þangað til að Konstantín kom 313 voru að kerfisbundið drepa kirkjuna, drepa kristna, og sérstaklega eins og Nero og fleiri keisarar sem voru að gera hræðilega hluti fyrir kristna. Það var engin hugmynd að það sem Guð var að gefa fólki þegar kemur að kristinni trú var þægilegt líf. Við sjáum líka Pál í Filippibréfinu 4:12, hann segir, ég kann að búa við lítinn kost og ég kann einnig að hafa allsnægtir. Ég er fullreyndur orðinn í öllum hlutum, að vera mettur og hungraður, að hafa allsnægtir og líða skort. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Það er að segja, hei, þetta að kristin trú snýst ekki velgengni samkvæmt heiminn, það snýst ekki peninga, það snýst ekki þægilegt líf, það snýst ekki að eiga stórt hús eða flottan bíl, það snýst að lifa fyrir annan konung og annar ríki. Það er að segja að lifa fyrir Jesú Krist og lifa honum til dýrðar og finna allsnægt í honum. Er nóg að elska bara Guð og þekkja hann? Er það nóg? Ef Guð gefur mér ekkert annað, er það nóg að ég fæ að þekkja hann?
það, eða ég að leitast eftir því sem Guð getur gefið mér? Þannig að kristin trú hefur alltaf snúist að hans fólk að leita af hamingju og finnur hamingju sína í Kristi sjálfum, ekki í því sem hann gefur, ekki í hversu þægilegt líf mitt Þannig að þessi hugmynd velgengnis guðfræði, það að Guð vill bara gefa sínu fólki þægilegt líf, oft sagt, já, hann konungurinn og við erum börn konungsins, þannig að við eigum að lifa eins og prinsar og prinsessur. Það engan veginn satt. Við sjáum að konungurinn kemur sjálfur á jörðina og hvað gerir hann? Hann lifir ekki eins og konungur, hann lifir sem þjónn. Hann lifir við það að þrífa fætur lærisveina sinna. Hann lifir fyrir það að þjóna öðrum og boða fagnaðarerindi. Og það fyrirmynd okkar, Jesús Kristur. Það það sem kristin trú snýst og þetta velgengnisfagnaðarerindi rangt að því leytinu til að þetta annar fagnaðarerindi. Það ekki, gleði okkar ekki að finna í peningum, gleði okkar ekki að finna á þessum stað heldur í Jesú Kristi sjálfum. Þannig að ég vara við þessu velgengnisfagnaðarerindi, please, finni gleði ykkar í Guði, ekki því sem hann getur gert fyrir ykkur að gefið ykkur. Takk fyrir að horfa á þennan stutta þátt. Ef þú vilt að við tökum einhverja sérstaka spurningu fyrir, endilega senda okkur e-mail eða þú getur senda okkur spurningu með því að setja komment við þetta vídeo. Þú getur líka fara inn á Facebook síðu Loftstofunnar sem facebook.com/Loftstofan og skilja eftir spurningu á veggnum eða senda okkur skilaboð og við myndum elska að taka það fyrir í þessum litla þætti okkar. Endilega komið á samkomur ef þið hafið áhuga að kíkja. Við elskum að sjá nýtt fólk og við myndum elska að tala við ykkur trúna, hvað Biblan segir og hver Guð Ef þú hefur áhuga að kíkja samkomur hjá okkur, þá ert þú velkominn eins og þú þú, þína spurningar, efasemdir, fortíð, hvað það Við hittumst í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ klukkan 1 á sunnudögum. Við myndum elska að sjá ykkur þar, þannig að endilega látið sjá okkur. Ef þú vilt horfa á fleiri myndbönd eftir okkur í Pála G, þá getur klikkað á linkinn hér til hliðar. Njóttu vel og takk fyrir að horfa.